Loftslagsmálin eitt helsta viðfangsefni samtímans og við í Sjálfstæðisflokknum teljum að gildi okkar stefnu eigi fullt erindi inn í umræðu þessi mál. Þess vegna hefur miðstjórn flokksins skipað nýtt loftslagsráð flokksins sem ætlað að fjalla málefnið þvert á málefnanefndir Sjálfstæðisflokksins. Við í loftslagsráði ákváðum að búa til nokkra umræðuþætti til þess að takast á við málefnið, fáum til okkar góða gesti, bæði grjótharða sjálfstæðismenn en eins sérfræðinga sem geta frætt okkur stöðu mála. Við hugsum í lausnum, Sjálfstæðisflokkurinn tekur þátt í þessari umræðu og hluti af lausninni. Vertu með okkur, það skiptir máli. Jæja, verið velkomin í loftslagsspjallið. Við í loftslagsráði Sjálfstæðisflokksins ætlum að fá til okkur góða gesti og reyna að kynna okkur aðeins loftslagsmálin. Og tilgangur þessa þáttar að reyna að átta okkur bara á grunninum og ræða kannski loftslagsmálin svona í mjög breiðu samhengi. En við erum komið með góðan gest sem þó ekki hluti af loftslagsráði Sjálfstæðisflokksins en okkar helsti fræðimaður og hefur starfað að loftslagsmálum árabil, Halldór Þorgilsson, formaður loftslagsráðs. Velkomin til okkar. Takk. Sjálf heiti ég Unu Brá Konráðsdóttir og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og sit jafnframt í loftslagsráði Sjálfstæðisflokksins. En Halldór, hann hefur unnið að stefnumörkun í loftslagsmálum mjög lengi, meðal annars á vegum Sameinuðu þjóðanna og gegndi mikilvægu hlutverki þegar verið var að ganga frá Parísar samkomulaginu. Við langaði bara að fóra að heyra frá þér, Halldór, hvernig var þetta? Hvað voruð það að bralla hann í París? Jú, þetta var náttúrulega raunverulega rosalega spennandi og þetta var svona hápunktur á mjög löngu samtali og þegar að mannkyn ætla sér sem heild að takast á við eitthvað þá verður maður að ná öllum þjóðunum saman og það ekki hægt að þvinga ríki til þess að taka á sig ákveðna hluti. Og loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna er svolítið merkilegur á margan hátt vegna þess að það ekkert ákveðið þarna nema allir séu sammála. Þannig að það leiðir oft til þess að það tekur lengri tíman á niðurstöðu en þegar niðurstöða komin að þá hún mjög sterk. Og ég hafði það hlutverk sem ég var starfsmaður loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og þetta samningur sem hefur höfuðstöðvar í Bonn í Þýskalandi. Mjög skemmtilegt svona sögulegur staður, gaman að vera þarna á Rínabökkum í húsnæði sem áður var húsnæði þingsins og við hliðin á okkar skrifstofu var þinghúsið þar sem var ákveðið að sameina Þýskaland. Þannig að þetta voru söguleg tímar að því leyti, fyrst og fremst, að þarna komu svo mörg öfl saman. Það svona það sem ætti kalla svona hið pólitíska afl sem svona hið formlega milliríkja samtal. Þarna kom líka atvinnulífið að borðinu með mjög virkum hætti, fjárfestar, trúarleiðtogar og félagasamtök. Þannig að þetta var þannig séð alveg ótrúleg stund og það var 40.000 manns sem gerðu sér ferð til Parísar þessar 2 vikur sem þessi fundur var haldinn. Það var svona þverskurður heimsins, Vissan hátt var það og auðvitað það svolítið stórt að segja það en það engin spurning að það var rosalega mikið í húfi og ennþá mjög mikið í húfi. Ég held sem mikilvægt að við tölum París að ekki lýsa París eins og þarna hafi öll mál verið leyst heldur var þetta upphaf af lausninni. Og voru þetta allt, þessi 40.000 manns, voru þetta allt vinstri menn? Þannig að fulltrúar ríkja eru fulltrúar ríkisstjórna hverjum tíma og þannig að gagnvart ríkjasamtalinu að þá þetta fulltrúar sem hafa umboð stjórnvalda hverjum tíma og það flestum mjög mörgum löndum breið samstaða loftslagsstefnu.
Það í sumum löndum það ekki og það ekki hægt að lýsa þessu sem svona flokkspólitískri spurningu. Og ef að hægri menn, nú veit ég ekki alveg hvernig þeir líti út, ef þetta snýst spurninguna hvort að þarna sé áherslu á að nýta markaðslögmál til þess að ná árangri, þá byggist loftslagsmáli mjög mikið akkurat af því. Já. Þannig að þetta er alveg byggt á þeim pólitíska raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir hverju sinni. Ef við horfum til Bandaríkin til dæmis, þá var það George Bush eldri sem fullgilti loftslagssamninginn og lagði grunna að aðkomu Bandaríkjanna að þessu. Og löggjöfin sem hefur verið nýtt í þessu var innleidd af Richard Nixon. Já. Þannig að sko það ekki mjög mikill munur að mínum mati á ef maður horfir á ríkin á því hvort að svona hvernig hinn pólitíska staða á hverjum tíma. Það sem var mikilvægara hins vegar var það að ríki með mismunandi sýn sameinuðust og náðu saman. En hver var niðurstaðan? Sko niðurstaðan var í grundvallaratriðum svo að við myndum ekki missa stjórn á hnattrænni röskun veðrakerfanna. Og það eiginlega auðveldara að skilja þetta núna eftir að við erum búin að fara í gegnum þessa veiruumræðu. Og þetta snerist það og markmið samningsins að koma í veg fyrir hættulega röskun af mannavöldum á veðrakerfum jarðarinnar. Og eina leiðin til að koma í veg fyrir þessa hættulegu röskun að halda bæði hlýnuninni og hraða hlýnuninnar innan ákveðina marka. En hvaða, vísindi liggja þarna baki? Hvernig vitum við að þessar breytingar á veðurlagi séu af mannavöldum en ekki bara eins og hefur gengið yfir jörðina á síðustu árþúsundin? Sko það gerðar feikilega mikla kröfur til vísinda þegar kemur að loftslagsmálum. Og það alveg sérstök aðferðafræði notuð í því og ég sé bara gott að fara eins í gegnum. Já, kemur það. Vegna þess að uppöröfið það að vísindamenn þurfa að fá sína niðurstöðu birtar í ritrýndum vísindaritum svo að þessi tekið lítið til þess. Síðan mjög mikið alþjóðlegt samstarf rannsóknir. Og síðan á 5 ára fresti að þá farið yfir það sem best vitað í vísindum á hverjum tíma. Og það gert með það sem kallað milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, að margir hafa heyrt þetta, IPCC. Og þetta ein merkilegasta svona vísindaráðgjafar vettfangur í heiminum. Og þar tekist á vísindin. Síðan dregin saman svona niðurstaða. Þessi niðurstaða þarf síðan að fá samþykki allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna áður en hún birt. Þannig að það mjög mikið tekist á vísindin á þeim vettvangi. Síðan liggur það alveg, síðan sú niðurstaða alveg klár. Auðvitað vísindin alltaf að verða, við erum alltaf að fá meiri vitneskju og ekki síst vegna þess að við erum alltaf að valda meiri röskun á veðrakerfinu og það alltaf auðveldara að sína fram á fringaförum mannsins. Það engin umræða, vísindileg umræða það hvort að þetta sé af mannavöldum eða ekki. Það liggur alveg fyrir. Ok, þannig að þeirri spurningu hefur bara verið svarað og það traust vísindi þar að baki. Það mjög traust vísindi og það sem mér stöðt að athyglisvert að því að nú margir að velta mikið fyrir sig heilbrigðismálunum að þegar Jim Kim var valinn sem forseti Alþjóðabankans þá kom hann hann var læknir og kom úr heilbrigðisgeiranum og þegar hann fór inn í Alþjóðabankana þá fór hann á kaf í loftslagsmálum og hann sagði strax það miklu sterkari grunnur fyrir ákvörðunum loftslagsmál heldur en heilbrigðismál. Þannig það miklu meiri vissa en þess að ég verður bara að segja við þig það meira fjármagni veitt í það að grafa undan loftslagsvísindum heldur en að kynna þau. En af hverju það gert? Það svo miklu hagsmunir í húfi. Já, en nú var alltaf fulltrúar atvinnulífsins með
þegar var verið að undirbúa Parísar samkomulagið og hér á Íslandi, ef við snúum okkur aðeins að hvernig þetta lítur út hérna heima, þá hef ég ekki upplifað annað en að atvinnulífið hafi mikinn áhuga á að gera vel í loftslagsmálum. Jú, það er engin spurning og ég myndi, sko, það er eitt sem að þegar vorum að svona að ná samstöðu með þetta, að það var svo mikið atriði að kynna lausnirnar fyrir stjórnvöldum og það sem var að gera samhliða var það til dæmis að það var að verða hrun á verði á endurnýjanlegri orku. Og þetta hrun varð vegna þess að það var verið að fjárfesta, var verið að nota þetta og mikið af þessu byggðist á því að Kínverjar settu gífurlegt fjármagn í endurnýjanlega orku, Þjóðverjar sömuleiðis, Sádi-Arabar. Þannig að lausnirnar voru bara orðin svo ódýrar að það var orðið miklu raunhæfur að horfast í augu við þetta. Já. En ef við horfum á þetta hérna heima og við ríkisstjórnin búin að gefa út aðra útgáfu aðgerðaráætlunar sinnar í loftslagsmálum sem er mjög vel undirbyggð, vil ég meina. Hverjar eru helstu leiðirnar sem við getum farið til þess að ná árangri? Sko, það sem að þetta snýst, sko, ef maður myndi verið hérna einfalda þetta, sko, þetta snýst raunlega bara þrjá hluti. Það snýst orku, það snýst mat og það snýst efni og úrgang. Og það er mjög mikilvægt að við tökum orkuna fyrst. Það er mjög mikilvægt að við hröðum þeirri þróun að nýta okkar eigin orku og það er endurnýjanleg orka. Og þess vegna byggist þetta mjög mikið á því að nýta okkar eigin orku til að knýja samgöngukerfið fyrir ekki með rafbílum og öðru slíku. Við getum gert miklu betur í því að nota þessa orku líka í fiskveiðar og annað slíkt. Hins vegar er mjög mikil sóun á Íslandi og það er mjög mikil úrgangsmyndun vegna þess að við kaupum mikið og notum ekki lengi hlutina. Þannig að það er mjög mikil úrgangur. Það er mjög stórt svið sem það er að taka á. Við þurfum líka að taka á gróðureyðingu og endurheimta votlendi sem hefur verið ræst fram. Þannig að það er mjög margt sem og það er engin ein svona galdralausn. Ég held að það sé svolítið atriðið átt að segja á því að það er ekkert eitt þetta er ekki samkeppni milli lausna, við þurfum að nota alla lausnirnar en þetta er mikið kapphlaup við tíman. En stundum þegar maður hlustar á umræðina svona opinberlega, þá eru fylgismenn mjög til vinstri sem tala fyrir því að fólk þurfi bara að hætta að fljúga, hætta að borða kjöt, hætta svolítið að breyta algjörlega okkar lifnaðarháttum. Og þá sér maður fyrir sér að fólki finnst það nú frekar erfitt og ég held að við komumst ekkert mjög langt með að nota eingöngu þau sjónarmið vegna þess að það er mjög erfitt að breyta eðli mannskepnunar. Við viljum heimsækja frænku okkar í útlöndum, við viljum fara í frí til útlanda einhvern tíman aftur vonandi. Þannig að ég held að þau sjónarmið verði aldrei ofan á. En hvað aðrar leiðir eru þá til staðar? Sko, ég held að við þurfum samt að skoða aðeins þetta sem að laður á borði vegna þess að það sem er aðalvandinn er sóun. Óþarfa notkun á og að mynda gróðurhúsalofttegundir aðeins að það skapi nokkur verðmæti og þess vegna snýst þetta ekki þetta snýst ábyrgð, þetta snýst að við horfum á okkar kolefnisspor, við drögum úr því eins mikið við getum og þannig að þannig erum við raunverulega að fara svolítið aftur í þessi gildi sem að kannski okkar afar og ömmur þekktu betur en við að nýta hlutinu betur. Það er líka þú nefndir flugið, það er að hafa mjög mikil áhrif á kolefnisspori með því að skipuleggja ferðir öðruvísi og ég held að sé mjög gott bara til þess að átta sig á þessu að maður horfi á kolefnissporið ekki fyrir ferðinni heild heldur per dag og þá áttar maður svo miklu betur á því að það er ekki gjörsamlega óábyrgt að skreppa helgi til annarra heimsála. Þannig að maður þarf að hætta að fara í helgarferðið eða hugsa það allavega og fara frekar í 3 vikna ferð til
meginlandsins. Nákvæmlega og það annað líka sem að ég heldum ekki gleyma, það líka mikil kolefnisspor netverslunar og ég tel það sjálfur mjög óábyrgt til dæmis að nú gerum við kannski ekki akkúrat í augnablikinu en það var verið að gera þetta. Fólk var að setjast niður í sófan og panta gallabuxur frá Kína. Svo komu þær og það pössuðu kannski ekki alveg og var sendað tilbaka. Getur ímyndaðir kolefnissporið á bak við þessa gallabuxur? Og þetta ábyrgt? Er þörf á þessu? Sko þannig að ég held að þessi er svo mikilvægt að sko þetta snýst ekki það að einhver annar sé að taka eitthvað frá þér. Það sem þú ert að fá er betri framtíð og þess vegna held ég að þessi svo, og ég tek alveg undir það með þér að þú breytir ekki hegðun með hræðslu áróðri eða með sektarkennd. Það er eiginlega tvennt sem við erum að forðast. Það er að vera ekki að hræða fólk á óþörfu og ekki að höfða til sektarkenndar. Það sem þarf að gera er að höfða til svona hvað maður segja undirstrika hvað þetta er eftirsóknarvert. Þá komum við kannski að hvötunum. Að setja inn einhverja hvata. Við sáum breytinguna þegar að fjármálaráðherra sett inn hvata til þess að fólk gæti með auðveldari hætti eignast rafmagnshjól og rafmagnslaupahjól. Það skiptir máli. Þurfum við ekki bara að einbeita okkur svolítið að svona aðgerð? Það er mjög akkurat og sko við í loftslagsráði höfum tjáð okkur mikið það sem við kallum kolefnishagstjórn. Að það þurfi raunverulega í allri hagstjórn á þessu landi þurfa alltaf að horfa á kolefnisþáttinn og staðreyndin er svo í dag ekki svo mikið hér á landi en við þurfum aðeins að horfa þetta líka heiminum í heild. Það er feikilega miklu fjármagni beitt í það að borga fólki fyrir að brenna olíu og það er niðurgreiðsla á kolum eða allstaðar sem kolur eru notuð. Þannig að í dag eru hvatarnir svolítið á móti framtíðinni. Þess vegna þarf hvata til þess að byggja þessa framtíð og til dæmis þessi orkuskipti sem hafa orðið til dæmis í Þýskalandi og Kína, þetta er byggt á fjárfestingum hins opinbera í upphafi og þess vegna held ég að það þurfi miklu skýrari, við þurfum að færa okkur nær því að leiðrétta það sem að hinn mikla markaðsbrestur í því hvort við kannast við það hugtak, en markaðsbrestur er það raunverulega þegar að markaðslögmálin virka ekki vegna þess að það vantar ákveðnar upplýsingar inn í uppgjörið. Og eins og í dag, sko, loftslagsvandinn er eiginlega bara hinn mesti markaðsbrestur sem við þekkjum vegna þess að þú getur losa gróðurhúsalofttegundir í andrúmsloftið þér að kostnaðarlausu. Það er aðrir sem borga kostnaði. Það eru bændur í Afríku eða fólk sem er að vera fyrir fellibyljum í Asíu. Og þess vegna er svo mikilvægt að kostnaðurinn, raunverulega kostnaður, falli á þann sem tekur ákvörðunum notkunina. Og þess vegna held ég að þetta sé mjög mikilvægt. Það er mikilvægt að vera með hvata til þess að ég keyri til dæmis á rafmagnsbíl og ég er þakklátur fyrir það að það getur enginn tekið þann bíl frá mér vegna þess að þetta er besti bíl sem ég nokkuð tíma átt. Frábært. En það þarf ekki bara hvata heldur líka lata. Það þarf að letja fólk til þess að eins og í dag ef ég man þetta rétt er að það eru ennþá fleiri landkrúsir á Íslandi heldur en allir rafmagnsbílar samanlagt. Íslendingar elska landkrúsir. Já og þetta er náttúrulega algjör óþarfi. Já, en ef þú býrð út á landi og það ert alltaf að vera að fara til Reykjavíkur og þú ert að fara yfir Hellisheiðina, gerur þá litlum rafmagnsbíl? Nei, það er málið sko. Það er ekki það sem ég er að segja sko. En það sem ég held að sé mikilvægt er að áttum okkur á því að það er við þurfum alltaf að horfa á kolefnissporið og það er ekki bara öryggisþátturinn sem að fólk er að horfa á þegar að fá sér stærri bíla. Nei, ég skil ekki. En eitt sem ég langar að spyrja sem að ég er oft... Það er mjög mikið að slysum á stórum bílum. Já, en eitt sem ég langar að spyrja sem að ég er oft spyrja af hverju eru íslensk stjórnvöld að leggja svona mikið áherslu og orkuskipti í samgöngum á Íslandi meðan að flugið og stóriðjan losar miklu meira? Sko, vandinn er sá að sko, við verðum að taka á öllu. Við getum ekki valið eitthvað eitt og segja við ætlum bara að gera þetta.
ég held að þessi áhersla á orkuskipti séu skynsamleg en það þarf að gera meira og það þarf líka orkuskipti í sjávarútveginum og ég held að það sé líka mjög mikil tækifæri í endurheimt vistkerfa sem við höfum glatað en það tekur tíma að gera það. Það er mjög mikilvægt að við setjum allt á fullt í að endurheimta votlendi en við þurfum að læra að gera það og það kemur ekki til með, það er ekki rosalega einfalt, þetta er ekki bara að senda ykkur að gröfu og grafa inn í skurðinu og svo er þetta búið. Þú þarft að sinna það, þú þarft að tryggja það að þarna verði sá viðsnúningu sem þú vilt. Þetta er svolítið svipað og skógrækt að því leyti að maður þarf að sinna þetta. En er ekki bara landgræðsla alltaf gott mál, hvort sem þú ert að hugsa loftslagsmálin eða ekki og er ekki hægt að samþætta þarna áhugamönnum ýmis atriði til þess að leggjast árætnar í þessari baráttu? Nákvæmlega og það áeiginlega við flest sem þurfum að gera í loftslagsmálum, það hefur mjög marga aðra kosti og margt að því myndum við vilja gera þó að loftslagsvandinn væri ekki til staðar. Við verðum að snúa við þeirri gróðu þróun sem hefur orðið á landinu og við erum að læra heilmikið á þessu og það er mjög margt jákvætt að gerast þar en það þarf að ná betur utan þetta. Það er ákveðin svæði landsins sem við eigum ekki að vera að halda áfram að nýta til beitar en við þurfum að vinna með þeim sem bera ábyrgð á beitinu á hverjum stað og skipur ekki ennum betur og landgræðsla þú kemur við svona, við komum þau hjá mér, ég sem vísindamaður vann við þetta og það er svo margar blessanir sem við höfum á þessari eyju og eina af þeim blessunum til dæmis að íslenskur jarðvegur, hann bara elskar kolefni, hann bara sogar í sig kolefni, bindur það þannig að það er að binda upp lífrænt efni í jarðvegi á Íslandi mjög miklum hraða. Þannig að síðan erum við líka átt okkur á gegnum Carbfix verkefnið hvað Ísland basalt songt í kolefni líka og getur hjálpað okkur við að koma því fyrir aftur vanalega neðanjarðar. En getum við dregið það ályktun að það að setja inn hvata, það að styðja við þróun nýrra tæknilausna sem að geta nýst í loftslagsbaráttunni, að þetta saman gæti gert gæfumuninn í baráttunni, bæði þannig að Ísland geti náð sínum markmiðum í loftslagsmálum og að við getum kannski tekið eitthvað þátt í að leggja eitthvað að mörkum til heimsbaráttunar með því að flytja út okkar tæknilausnir. Nákvæmlega og það er nefnilega máli. Ég held að við það er feikileg þörf núna til dæmis á aðstoð til dæmis með jarðvarmann. Það er líka bara þessi þróun kann við hitaveitur. Það er mikil eftirsókn eftir þeirri reynslu sem við höfum byggt upp hér og það er feikilega mikil tækifæri í þessu og þetta akkurat held ég það mikilvægast að þeim allar að hugsa þessi loftslagsmál að það liggur fyrir að það þarf að gera grundvallarbreytingar. Þeir sem að verða ofan á í samkeppninni eru þeir sem horfast fyrr í augu við raunveruleikann og grípa strax til aðgerða og ætla að vera á undan hinum. Þetta er samkeppni. Þetta er samkeppni stöðu í kolefnis hlutlausu hagkerfi framtíðarinnar vegna þess að það er eina hagkerfi sem verður í boði. Og við höfum feikilegt forskot hér á landi. Við erum búin að gera svo margt sem aðrir eiga eftir að gera. Og þess vegna getum við verið komin miklu fyrr í þessa framtíð sem við viljum. En við verðum líka að horfa svolítið á það hvers konar framtíð viljum við sem Íslendingar. Og það eru marga leiðir að kolefnishlutlausu Íslandi. Sú leið sem við veljum ræður úrslitum lífskjör og lífsgæði hér til framtíðar. Þannig að það er kannski okkar sem erum á pólitíska sviðinu núna að ákveða hvaða leið á að fara og varða þannig veginn varandi framtíðina hvernig hagkerfið okkar verður. Ég held það. Nákvæmlega og tryggja það að til dæmis hagstjórnin, það þarf að beita, það þarf að nota hagræn stjórntæki, það er engin spurning. En það þarf að gera það mjög skynsamlega
og til dæmis sem að tekur dæmi sem er kolefnisskatt, að það er mjög mikilvægt að hann sé lagður á það sem að valkostir eru, ekki leggja það á bara það sem fólk hefur engan valkost og þess vegna skiptir réttlætis hliðin í þessu mjög miklu máli. Þetta er sem sagt bæði spurningin svona skynsamlega hagstjórn og að beita markaðslögmálum en það huga líka að jöfnuði. Og ekki síst jöfnuði eftir hvar þú býr á landinu og við hvernig aðstæður þú býr. Já, við viljum auðvitað jöfn tækifæri fyrir alla Íslendinga, þannig að þeir nái bara að standa á fótunum og mennta sig vel og byggja sér framtíð á eigin framtaki. En við komst ekki lengri í dag, Halldór. Kærar þakkir fyrir að koma til okkar og fræða okkur aðeins loftslagsmálin. Og við miðum mikils að fá orð frá miklum fræðimannins þér. Já, mín er ánægð. Já, heyrðu, við látum hér staðnum í dag. Takk fyrir að hlusta.